Og hér spurt í 5.2 hvers vegna nándaskynjari með transistor frekar valinn í snúningshraðamælingar heldur en nándaskynjari með týristor. Sko, nándaskynjari með týristor, það eins og þessi sem við vorum að tengja hérna rétt áðan og hann nefnilega, það þessi hér og hann bundinn af 50 riða spennunni, sem sagt af tíðni 50 riða spennunar, þessari hérna, L1 og 0. Þess vegna hann óheppilegur í snúningshraðamælingar. Hins vegar svona nándaskynjari með transistor, hann miklu heppilegri vegna þess að hér sjáum við roftíðni svona skynjara með DC transistorútgangi. Hún allt að 5000 Hz, 5 kHz. En fyrir skynjara með týristor og fyrir 230 V til dæmis eða eitthvað spennu þar, hann bundinn sem sagt af 50 riða spennunni og þess vegna hafa þeir það bil 25 riða roftíðni. Þetta svona hæsta gildi sem við getum farið þá upp í með roftíðna á þeim. Þannig að ef við að fara að skynja snúningshraða að þá notum við skynjara með transistor útgangum. Ok, þá skulum við skoða hérna áfram. 5 í hinni, sem sjá, hinni skýrslunni, hér líka einhver spurning nándaskynjara, almenn atriði. Hvaða gerð af skynjara á myndinni hér til hliðar? Og hér gefnir ýmsir möguleikar. Við sjáum það ef að álagið tengist upp í plús, að þá nefnilega transistorinn, hann að tengja frá merki niður í mínus. Og þá þess vegna þetta NPN skynjari, skynjari með NPN transistor í útgangi. Og við sjáum að þessu tákni hérna, hér snerta sem normally closed og þá veljum við það náttúrulega að þetta NPN nándaskynjari normally closed. Já, það yfirleitt hérna eitthvað svona tákn við til að sýna hvort að skynjarinn sé normally open eða normally closed. Og þá þetta fyrsti möguleikin sem gildir þessa mynd hérna. Ef að álagið hefði verið tengt niður í mínus, þessi kassi hérna, sem bara tákn fyrir segulspólu, svona segulliða litlum eða svona lítið relay spóla hérna. Ef hún væri tengt hérna niður í mínus, frá merki niður í mínus, þá værum við með PNP, þá væri transistorinn hérna ofanverðið. Og þetta merki náttúrulega myndi halda áfram að vera normally closed, þá væri það hérna neðsta. En þetta svona, NPN normally closed. Ok, næsta, 5.2 hérna. Hverjir eru helstu kostir nándaskynjara með hálfleiðra útgöngum? Að þeir hafa það fram yfir skynjara sem eru með snertur að það ekkert slit á einhverjum rofbúnaði sem væri vélrænn, skiljiði. Það helsti kosturinn. Og það bara verið að spá í þetta til dæmis með í snúningshraðamælingu, þá þetta svo rosalega oft sem að kveikja og slökkva að svona vélrænt rofi væri löngu búinn ef hann væri í notkun þær aðstæður. Sko, jæja, næsta mál, ef það ekki fleiri spurningar varðandi þetta, þá getum við farið í rýmdarskynjara hérna. Hér spurt í 6.1 hvernig vinnslufjarða rýmdarskynjara skilgreind og við sjáum það hérna í sambandi við rýmdarskynjara. Við erum komin aðeins svo langt. Hérna eru rýmdarskynjarnir að skynjunar að hérna
Þetta margfeldi, skynjunarfjarlægðar og næmnisstuðuls. Og hérna, sko vinnslufjarlægð, það margfeldi, skynjunarfjarlægðar og næmnisstuðuls. Þannig að hérna, það út frá þessari formúlu hérna. SA sem vinnslufjarlægðin, SN skynjunarfjarlægð og FC næmnisstuðull. Þetta var náttúrulega í prófi þar sem þið voru með hérna gögn, þannig að þetta verður nú ekki spurt svona með þessum hætti. Það þá frekar einhvers konar krossarspurningar. Já. Síðan líka í þessu, af hverju frekar hægt að skynja vatn en olíu gegnum plexigler með rýndarskynjara. Og við skulum skoða það hérna að næmnisstuðullinn á vatni miklu hærri, sem hann 1, en á olíu þá hann 0,2. Þess vegna sjáum við hérna plexigler, það með næmnisstuðull 0,3. Þannig að plexiglerið með hærri næmnisstuðull 0,3 heldur en olían, þannig að nándarskynjarinn, sem sagt rýmdarskynjarinn, hann getur ekki skynjað olíu í gegnum plexigler. Hann skynjar bara plexiglerið. Hins vegar skynjar hann öll efni sem með hærri næmnisstuðull heldur en 0,3 sem sagt í gegnum plexiglerið. Og þar á meðal vatn. Það sett á 1. Þannig að það vegna þess að olían með lægri næmnisstuðull heldur en plexiglerið, en vatnið miklu hærra. Vatnið sett hérna mjög hátt upp. Og síðan sem sagt rafsvörunarstuðullinn líka hérna í þessari töflu og rafsvörunarstuðull vatnsins 8-10 en rafsvörunarstuðull olíun 2,2. Þannig að það gríðarlega mikill munur á þessum stuðlum. Ok, en hérna í hinu prófinu, hvernig það? Rýmdarskynjarar, hverju vinnslufjarlægð, rýmdarskynjarar háð þegar mismunandi efni að ræða og það náttúrulega, vinnslufjarlægðin náttúrulega háð næmnisstuðli viðkomandi efnis. Því að hérna, við skynjum mismunandi efni úr mismunandi fjarlægð og það þessi vinnslufjarlægð. Ekki verið háður afleiðinni viðkomandi efnis? Nei, miklu síður, því að þú getur verið með sömu sama næmnisstuðul í efni sem með mismunandi rafleiðni. Eins og ál og járn eða eir eða eitthvað slíkt. Það mjög svipuð vinnslufjarlægð frá þannig til dæmis föstum efnum. Ok. Síðan í 6.2, af hverju ekki hægt að skynja olíu í gegnum plexigler með rýmdarskynjara? Þetta alltaf sama spurningin vegna þess að næmnisstuðull plexigler hærri en olíu. Akkurat. Og þá ekki meira kannski þetta aðalega svona þessi atriði varðandi rýmdarskynjarana. Við skulum bara fara hérna áfram í þá hérna spanskynjarana. Og við hvaða aðstæður má óskermaður spanskynjari vera festur slétt við festistykki. En sem sagt, segulsviðið frá óskermaðum spanskynjara, það nær út fyrir barmana á honum, á endanum á honum, þið sjáu það hérna nær það út fyrir, þannig að maður má ekki vera með járn alveg upp út við endan á honum. Því að þá takmarkað eða hann skynjar bara hreinlega festistykkið eða takmarkar notkunar möguleikana á honum. Og hins vegar getum við verið með plast því að segulsviðskraftlínuna færir þá auðveldlega í gegnum plast. Og það rétta svarið hérna, það sem að festistykkið úr plasti, að þá getum við skrúfað óskermaðan spanskynjara slétt við plast
feststykkið úr plasti. Í hinu prófinu var eitthvað hér, það 71. Hvers vegna hefur 24 dísilspannskynjari hærri roftíðni en 238 asíspannskynjarinn? Og það er vegna þess að 24 dísilspannskynjari, hann er ekki bundinn tíðni riðstraumsins eins og asískynjarinn er. Það er ástæðan og við vorum einmitt að skoða þetta þarna áðan, varðandi roftíðnina. Og hin spurningin hérna, hvað eftirfarandi fullyrðing er rétt? Hefðbundið spannskynjari nær að skynja ál úr sömu fjarlægð. Það er ekki rétt, því að járnið hefur meiri segul eiginleika. Hefðbundið spannskynjari skynjar ál úr meiri fjarlægð en járn, en það er rangt, vegna þess að járnið hefur meiri áhrif og hérna það er hægt að skynja járnið úr meiri fjarlægð en ál. Hefðbundið spannskynjari skynjar ál úr styttri fjarlægð en járn. Já, það er rétt. Við vorum einmitt að prófa það núna rétt áðan. Munar það bil helming. Hefðbundið spannskynjari skynjar járn úr styttri fjarlægð en ál, þetta er náttúrulega ekki rétt. Því að járnið hefur betri seguleiginleika heldur en álið. Og við getum prófað þetta öll aftur með mælingu, með prófun á áli og járni við rýmdarskynjara. Ok, hin spurningin hérna á hinu prófunu, það var hérna. Það var hérna 72. Þú átt að velja spannskynjara til að mæla snúningshraða á sviðinu 0 til 1490 snúninga mínútu. Hvort myndir þú velja AC eða DC spannskynjara? Það er náttúrulega við myndum velja þann skynjara sem er með transistor og hefur roftíðni alltaf 5 kilórið, en AC skynjarin hefur aðeins 25 rið og því er DC skynjarin valinn. Ok, þetta vorum við að fjalla áðan, mismunandi roftíðni. Síðan, 8. Þá erum við með hérna spurningu útgangsrásir á náttúruskynjarum almennt. Hvaða spenna mælist á útgangi PNP-skynjara sem er normally open þegar hann skynjar hlut? Spennugjafaspennan er 24 volt mælt frá mínus í útgang og það væri náttúrulega mjög gott að fyrir ykkur að teikna upp mynd að þessu. En þetta er PNP-skynjari, normally open. Þá förum við á útgangsmynd af honum. PNP, það væri til dæmis eins og þessi hérna, ja, til dæmis þessi hérna lengst til hægri, að þegar er normally open og skynjar hlut, að þá náttúrulega leiðir hann hérna, gefur samband út á útganginn og hvaða spenna mælist á útganginn þegar hann skynjar hlut. Og þá náttúrulega ættum við að fá fulla spennu hérna yfir álagið. Ef hann skynjar hlut og hann er normally open, þá tengir hann þegar hann skynjar. Og leiðir hann hérna. Og þá ætti að vera mælt hérna full spenna, eða nánast spennugjafaspennan frá útganginum og í mínusinn hérna. Við erum að mæla spennu yfir álagið. Spurningin er það. Og sagt hérna nákvæmlega mælt frá mínusból. Ekki er fullvagnin hér. Nei. En hvað er lykillinn að fullvagna geymslu? Já, ég skal. Hérna. Er þú með? Nei, sprengdi það. Já, hópurinn hans Péturs í rafmagnsvæðin. Pétur var ekki komin á í prófi. Hans Pétur hafa bara búið sprengjan og þetta er ekki gert, þetta er komin á hann. Jæja, næsta mál. Hér er að 8.2. Þegar að 238 náttúruskynjarar notaðir sem með stýriliða fyrir 238 innganga
Hvaða græjur er það? Jú, það er til dæmis eins og við höfum hérna í skólanum, það eru Easy stýriliðarnir, litlu. Inngangarnir á þeim eru mjög sérstakir, það er með hátt inngangsviðnám, þannig að bara örlítill straumur inn á hérna virkar á. Þannig að en sem sagt svona hefðbundnir nandaskynjarar sem eru gerðir fyrir 230 volta spennu, þeir þurfa ákveðin straum í gegnum sig og það er svona mín straumur og þetta gengur ekki að nota beint. Við þurfum þá að tengja fyrst inn á segulliða eða sérstakann liða til þess inn á spólu, þannig að mín straumur getur farið gegnum hann án þess að virkja spóluna, án þess að breyta snertunum. Og hér er spurt hvers vegna virkar 230 volta nandaskynjari ekki beint inn á stýrileiða með 230 volta inngangum. Það er vegna þess að stýrileiðin hefur of hátt inngangsviðnám. Sko, ég er nú kannski ekki með hérna, mynd af svona, jú, býtum nú við, ég geti opnað líklega hérna eitthvað úr verkefnunum hérna. Þannig að við sjáum hérna verkefni til dæmis eins og þetta verkefni hérna. Þá ættum við að fá fram mynd af svona stýriliða. Hérna er mynd af stýriliða og þessi nandaskynjarar, þeir fyrir sko 24 volta kerfi gengur þetta, að þá eru transistorar inn í þessum nandaskynjarum. En ef að við værum með 230 volta innganga, þá þyrftum við að fara inn á svona segulspólu eins og merkt er hérna við K1 og nota snertur úr þeim inn á innganga hérna sem eru merktir hérna 1, 2, 3 hérna ofanverðu. Vegna þess að hérna 230 volta skynjarar svona að þeir ná ekki að vinna með þessum stýriliðum eins og til dæmis þessum Easy stýriliða. Þessi mín straumur sem þarf alltaf að vera í gangi á nandaskynjarum svona fyrir 230 volt, hann er of hár. Hann myndi kannski bara setja strax innganginn á hátt gildi eða eitthvað slíkt. Allavega það gengur ekki saman. Það þarf að vera með sér millilið sem að er segulrofi beint frá skynjaranum inn á spóluna og nota snertu til að tengja inn á inngang. Það er málið. Þetta var þá spurningu, já, sjá, það hafi ekki verið hérna, já, það var þetta 8.2, þessi hér. Svo er hérna 8.3 og við hérna fáum ekki svona spurningu í þessu prófi vegna þess að þessi spurningu var í gagnaprófinu þar sem að við vorum með, nemendur voru með gögnin sem sagt hjá sér að teikna þetta upp og útskýra. Þannig að hérna það þarf ekki að hafa þetta með núna. En svarið við þessu er hérna, ég ætla ekki að fara nánar út í þetta því að við verðum örgulega ekki með það. En svo er einhver spurning þarna hjá okkur hér í þessari útgáfu. 8.1 er hérna, hvaða spenna mælist útgangi PNP skynjari. PNP skynjara sem er normally closed þegar hann skynjar hlut. Já, og ef þetta er PNP skynjari, það er þá eins og hann er normally closed og ef hann skynjar hlut að þá rífur hann, þá fer engin straumur í gegnum transistorinn, skiljið.
og þá er náttúrulega 0 spenna hérna yfir álagið. Og þess vegna er svarið hérna nánast 0 volt. Það má svara þessu með bara alveg að það sé hrein 0 volt, en reynsla sýnir okkur það er bara einhver örlítill blæðistraumur alltaf eitthvað í gegnum svona transistora, þannig við fáum aldrei algjörlega 0 volt. En þetta er þá rétta svarið. Og síðan er í 8.2 þegar 288 náttúrskynjar tengdur seguliða mælist hvíldarstraumurinn í mín. Hvers vegna þarf þessi straumur að vera á ferðinni meðan að útgangur skynjarans er í stöðunni af? Og þetta er nefnilega ástæðan sko, til þess að rásinn, hérna skynjararásin, hún sé í gangi. Sjáum við hérna kemur þá þessi straumur í gegnum díóðubrúna og við fáum hérna straum í gegnum skynjararásina, í gegnum þetta viðnám hérna. Þannig að skynjararásin, hún verður að vera alltaf virk og tilbúin til þess að gefa inn hérna merkin á gate ef að þessi á að gefa merki. Og hérna þess vegna þarf að vera alltaf þessi lágmarksstraumur í rásinni því að við höfum bara raðtenginguna við álagið í gegnum skynjaran og þess vegna þurfum við smá straum í mín strauminn til þess að skynjunarásin sé virk. Hún sé alltaf í gangi. Og sjá, færum þetta aðeins til býtum við, nei, þetta var vitlaust hjá mér. Hérna er ég komið með þetta aftur. Og það hérna segir neðst vegna þess að annars verður skynjunarrásin óvirk. Það er það sem að myndi gerast. Ef að þessi í mín straumur væri ekki þarna á ferðinni. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Nei. Og svo er þetta hérna með 8.3 að það náttúrulega erum við ekki að gera því að við höfum ekki þessar myndir hjá okkur. Þetta er ekki gagnapróf. Þá skulum við vinda okkur í hitamælingar hérna 9 og hér erum við líka með hérna númer 9. Hér er spurt hvaða tenging við viðnámshitaskynjara PT100 veldur mestri ónákvæmni. Og við skulum gá að því hérna í mælibúnum hérna eru hitastigsmælingarnar og við sjáum það hérna á þessari mynd. Já, við erum við. Já. Jú, ef við hérna erum með, svona sjá, þetta sé ekki hérna einhvers þar. Hérna, ok, ef við segjum að þetta hérna er viðnámið í skynjaranum og þá bætist viðnám leiðarans og það þýðir það að þá fengjum við strax skekkju sko, nema að eins og er hérna gert að hér er leiðrétt fyrir viðnámsaukningunni í leiðaranum að skynjaranum og þetta er rauninni þriggjavíratenging. Þannig að tveggjavíratenging er ónákvæm að því leyti að við fáum hérna enga leiðréttingu fyrir aukningu sem að hlýst af leiðslunni frá mælitækinu og að mælistaðnum þar sem að skynjarinn er. Þessi aukning kemur bara til viðbótar við mælimerkið. Mælimerkið væri þá stærra heldur en að raunveruleg mæling ætti að vera. Þannig að tveggjavíratenging er ónákvæmust, þriggjavíratenging er svona meðalgóð og alveg nógu góð í flestar aðstæður í iðnaði, en nákvæmasta tengingaraðferðin við PT100 er
4 víra tengingin, þar sem að mælistraumur er sendur hérna í gegnum skynjaran og spennan er mæld síðan yfir skynjaran, yfir þetta 100 ohma viðnám. Það er nákvæmasta aðferðin. Minnsta skekkjan sem við fáum í þannig hitamæli aðferð. Svo að ef að væri spurt mestu nákvæmnina, þá væri það 4 víra tenging, en hér er spurt aðferð sem að veldur mestri ónákvæmni, það er 2 víra tenging. Ok, svo í 9.2, hér er spurning hitarafvaka og hér höfum við sem sagt líka R-breytin undir, þannig að við þurfum aðeins að skoða hann pínulítið. Hvað er verið að spyrja hérna fyrst? Hvaða tenging við viðnámsvitaskynjapítu gefur ónákvæmst? Það er aftur þetta 2 víra tenging, alveg sama spurningin. Og svo erum við greinilega komin hérna í R-breytin. Og þessi R-breytir, hann er hérna í efninu hjá okkur, uppbyggingu tölvu og mælibúnað nema, að hann tekur inn gildi frá skynjaranum og sendir frá sér 4-20 milliampere hérna og breytir þessu í þess að staðla straummerki, og við þurfum að segja honum hvaða skynjar er tengdur. Og hérna í þessu tilfelli, þegar við erum með viðnámshitaskynja, termokoppul, sem er þetta tákn hérna, það er hitarafvaki, það er þessi hérna, ef hann er tengdur, að þá þurfum við annaðhvort að vera með þennan stað hérna í föstu hitastigi eða mæla hitastigið á þessari tengingu sem er kölluð kalda tengingin. Og mælistaðurinn, það er heita tengingin, þar sem að við erum kannski með afgashitamælingu eða eitthvað slíkt. Það er þar sem að vírarnir í hitarafvakanum tengjast saman. Það er heita tengingin, það er mælistaðurinn. En kalda tengingin er það sem við tengjum endana frá skynjaranum inn á eitthvað mælitæki sem kemur saman við eyr. Því að þar verður líka spenna á milli, við þurfum að tengja mismunandi efni saman, og þess vegna þurfum við annaðhvort að halda því í föstu hitastigi eða að mæla hitastigi þar. Og það er akkúrat gert hér í R-breytinum. Hérna stendur internal cold junction compensation, það er þessi mæling hérna, eða innri leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldu tenginguna. Það er rauninni það sem þetta þýðir hérna. Cold junction compensation, compensation er eitthvað að leiðrétta, og þá er þetta svona innri leiðrétting á breytingum vegna hitastigsbreytinga á köldu tengingunni. Þannig að hér er spurt hitarafvaka. Hitarafvakinn, hann er notaður til að mæla afgashita á ljósavél. Hvaða áhrif hefur það á mælistærðina ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldu tenginguna bilar og hitastigið hækkar á köldu tengingunni? Sem sagt, ef að hitastigið hækkar hér á tengingunni hérna 4 og 5, þá verður minni munur á hitastiginu hér og á hitastengingunni. Það þýðir það að þá fáum við lægri spennu, og það veldur því að mælistærðin verður þá lægri, að mælistærðin minnkar, og það er rétta svarið hér. Það hefur þessi áhrif. Og ætli sé ekki spurt þetta eitthvað svipað hérna í hinu prófinu, við skulum sjá. Nei, þetta var allt annað. Þetta var verkefnið, það er hérna bakvið. Hérna,
Já, ok. Hér er spurt hitarafaka. Já, hér er allt öfugt. Hitarafaki er notaður til að mæla afgangshitann og hvað áhrif verður þá á mælistarna ef að leiðrétting fyrir hitastigsbreytingunum í köldutenginguna bilar og hitastigið lækkar á köldutengingunni. Þá verður meiri munur. Ef að það lækkar, þá verður hérna á köldutengingunni, þá verður lægra hitastig þar og sama hitastig hérna, þannig að það verður meiri munur á hitastiginu á heitu og köldu. Það þýðir það að mælistærðin hún eykst á þess að hitastigið hérna á mælistæðunum breytist nokkuð skapaðan hlut. Ef að þetta myndi eitthvað bila hérna, þá veldur það þessum áhrifum að mælistærðin hún eykst vegna þess að bilið hitastigsmunurinn hann eykst. Þá kemur bara hærri spenna og mælistærðin eykst, hækkar. Það veldur því. Ok. Síðan verður hérna í 9.3. Þetta kemur nú ekki svona fram því að þetta kæmi fram þá í prófi þar sem að þið væruð með öll gögn með ykkur að teikna upp og sýna mismunandi aðferðir við tveggjavíra mælingu með PT100, það er ónákvæmasta aðferðin, engin leiðrétting og síðan þriggjavíra tengingu við til dæmis veðribreyti eða eitthvað ferjalt annað og hérna er leiðréttingin að mestu og í fjögurvíra tengingunni þá erum við með mjög mikla nákvæmni og mjög góða leiðréttingu en þetta er dýrasta útfærslan. En það verður ekki spurt þetta svona, þið er ekki látnir teikna þetta upp, það tekur allt of mikinn tíma og þið er ekki með neinn gögn með ykkur. 9.3 er eitthvað meira, nei, ekki þessu, en hvað er hérna? Sjá, 9.3, já, hér það verður ekki í rauninni spurt svona, þið hafið ekki tíma til þess að svara einhverju svona ritgerðar spurningu. Skrifaði lýsingu í málumyndum að tengingu hitarafaka við erfibreyti og hvaða aðferðum hægt er að beita við leiðréttingu á hitastigi við köldutenginguna. En sem sagt að í þessum tilfelli þá er hitastigið mælt við köldutenginguna og þessi aðferð er kölluð Internal Cold Junction Compensation eða mæling á hitastigi við köldutenginguna og leiðrétt ef að hitastigið breytist við köldutenginguna. En hins vegar er til External Cold Junction Compensation og við sjáum það á þessari mynd hérna. Það stendur hérna EXT, þetta er mjög smátt hérna. Og það væri hægt að hafa það hérna sérstaklega. Það er hérna tveggjavíra tenging við PT100 sem væri hægt að nota ef að kalda tengingin er einhvers staðar annar staðar í burtu frá erfibreitinum. Þá er bara það gert í tengibóksi annar staðar og þá er stilling inn í forritinu sem að við notum til að setja upp erfibreitin að þá myndum við bara merkja við það að þetta væri external. En yfirleitt er hægt að velja sem sagt sjálfgefið sem sagt innri þessa mælingu hérna við köldutenginguna. Ok, áfram með smjörið, meira varðandi erfibreitin. Þetta er sem sagt spurningar sem að hægt var að finna svör við ef að menn voru með hérna allt efnið með sér, gögnin. Þannig að það yrði ekki spurt nákvæmlega svona, svo fyrir hvaða samskiptastaðal er hvað meiningin er í breytinum.
því að þetta, þá ættu þið að vera með þetta hérna, en hér er talað kom eininguna að ég geti sýnt ykkur hvað þetta finnst hérna, að hér er talað COM-portið og hérna stendur Programming Unit with Heart Protocol og þess vegna stendur það hér. En við förum ekki nánar út í það, þessi Heart Protocol er mjög algengur við alls konar svona ferjöld. En 10.2, hvert er hlutverk DA-breytunar, sem sagt digital yfir í analog í RE-breytunum. Og það náttúrulega, hún er að breyta stafrænum upplýsingum yfir á hliðrænt form eða analog stærð. Svo að hérna, þið munni bara það, ef að D er fyrir framan, þá er að breyta digital yfir í analog, sem við þýðum oftast sem hliðrænt. Hins vegar er analog, það er líka til annað hugtak yfir það, það er kallað flaumrænt, en við hefum ekki mikið notað það hérna, meira í fjarskiptatækninni kannski. En við notum hliðrænt. Ok, við skulum þá skoða kannski hitt prófið á við förum heldum lengra í þessu. Hér er spurt hvert er hlutverk 4 milliampera straumgjafans í RE-breytinum og við sjáum það hérna hvar hann er. Hann er hérna. Hérna sjáum við 4 milliampere sem að gefur alltaf stöðugan straum hérna, hann tekur alltaf stöðugan straum hérna og hann fæðir þá rásirnar sem eru hérna í RE-breytun. Alltaf til þess að við fáum alltaf RE-breytin til þess að vera í gangi og þess vegna erum við alltaf með þetta lágmarksstraummerki 4 milliampere í gangi hérna sem að fer alltaf þessa rás og í og með til þess að fæða, þetta er bara spennugjafinn fyrir græjuna sem við höfum hérna. RE-breytin í þessu tilfelli getur verið alls konar búnaður annar líka. Eins og til dæmis 4 milliamperin getur við líka verið við einhvern annan, til dæmis þrýstiskynjara eða annars konar ferjald. Og meira, já, hvert er hlutverk 4 milliampere straumgjafans hérna og þið svöruðu það þannig hér að hann dregur lágmarksstraum skynjarans. Já, ok, hann gerir það. Það er ekkert í rauninni annað sem er rétt í þessu. Þetta sko breyta upplýsingum frá stafrænu formi yfir á hliðrænt, það verður DA-breyta og ef hann breytir frá hliðrænu formi yfir í tölugildi þá er það AD-breyta, en þetta er ekki það. Og hann gefur engan straum fyrir K-hitarafaka. Við fengjum hérna einhvern straum, sko, við myndum fá hérna mælistraum sem er hérna 0,2 milliampere sýnt hérna uppi og það færi þá hérna inn á gegnum PT100 skynjarana. En það er ekkert inn í þessari spurningu hér í rauninni. Ok, síðan kemur smá útreikningur, hérna 10.3. Við erum með hitanema, hann mælir hitastig frá ferskvatni frá aðalvél. Hitanemin er tengdur við RE-breyti sem sendir 4-20 milliampere straummerki til inntölunar. Inntölunar breytir straummerkinu í heiltölu á sviðinu 0 til 495. Þetta er þess að 12 bita merki. Hitasvið nemans var ákveðið frá 30 gráðum til 120 gráður. Þannig að nú þurfum við að athuga hvað er sviðið. Við drögum þá hérna 30 frá 120 gráðum og fáum að sviðið er 90 gráður. Okay. Og síðan segjum við hérna, við þurfum að vera með lágmarksmerki hérna, T-min, það er 30 gráður og mun eftir að leggja það við á eftir. En síðan notum við sömu að þegar við vorum með áður, merkið, það er hérna gefið, hvað er hitastigið á ferskvatninu ef tölugildi frá inntölunni er
2730 og þá er það merkið 2730 sinnum sviðið sem er 90 gráður deilt með upplausninni 495 sem að gefa upp hérna. Þegar við erum búin að reikna það út þá leggjum við það við lágmars hitann 30 gráður og þá fáum við út 90 gráður. Svo út frá þessum fáum við 60 gráður hérna sem við megum ekki gleyma að leggja við lágmarkið hérna 30. Þannig að 90 gráðurnar eru það sem við fáum út hérna. Ok, eitthvað svipað dæmi er hugsanlega hérna í hinu prófinu. Hér er svipað upp á tenningnum. Hérna erum við með hitanæma, mælir hita á ferskvatni og hann er tengdur R-breyti með 420 og saman 0 til 495 upplausnin. Og hérna er annað svið. Við erum með frá 20 gráðum og upp í 150 gráður. Svo megum við ekki gleyma þessum 20 gráðum að leggja þær við í lokin. Og hvað er hitastig á ferskvatninu ef tölugildið frá inntölunni er 1820? Og það er sem sagt merkið sinnum sviðið sem eru 130 gráðnar, sem sagt 150 mínus 20 og deilum með upplausninni sem er 495 og útkoman út af því leggst við 20 gráðnar sem er lægsta talan í sviðinu og þá fáum við 77,78 gráður. Síðan kemur hérna þrýstinema. Þrýstimæling á ferskvatni er gerð með þrýstinema sem hefur sviðið -1 til 5 bör. Sem sagt, -1 bar eru 4 mA og 5 bör eru 20 mA. Þannig að sviðið á honum er sem sagt 5 + 1, það er sem sagt 6 bör. Það er sviðið, passið ykkur á því. Hann er ekki bara 0 til 5 bör, heldur hann er -1 til 5 bör. Þá er að sviðið er 6 bör. Og inntölunar sendur upplýsingar að merkið á heiltöluforðinu 0 til 495. Það er 12 bita per í það, allt í lagi. Og hve mikill þrýstingur er á kerfinu ef raungildið er 2055. Þá setjum við það hérna inn í og segjum 2055 sinnum sviðið sem er 6 og deilum með upplausninni sem 495. Síðan megum við ekki draga frá -1 bar hérna. Þannig að niðurstaðan eru 2 bör. Þið æfið ykkur í að reikna þetta fram og tilbaka. Það er svipað dæmi hérna í hinu prófinu sem við skulum líta á. Það er hérna. Þrýstimæling á ferskvatni er gerð með þrýstinema sem hefur sviðið -1 til 5 bör líka. Og -1 er 4 mA og 5 bör er 20 mA. Og það er líka 12 bita breyta því að hún gefur frá 0 til 495. Hve mikill þrýstingur er á kerfinu ef raungildið er 1025? Þá setjum við það sem merkið 1025 sinnum sviðið sem eru 6 bör, -1 til 5, 6 bör, deilum með upplausninni sem er 495 og drögum svo frá 1 bar og þá er niðurstaðan 0,5 bör. Þannig æfum við okkur í þessu. Ok, þá ef það er ekki frekari spurningar þetta, þið bara skoðið þetta, þetta er líka í verkefni 6, þá er ég að gera svona útreikninga. Þá skulum við bara reyna að klára þessa yfirferð. Hér við með spurningar sem ekki alltaf endilega passa við það tölvukerfi sem við erum með, en þetta er úr uppbyggingu við tölvu. Og hérna við erum með samskiptastaðal yfirleitt núna sem að við
notum á milli inntölvu og PC-tölvu sem er í rauninni bara Ethernet. Hins vegar í eldri inntölvum erum við ennþá að nota RS232 sem er í rauninni serial tenging og hún er líka sem sagt tengistundum USB og USB er í rauninni líka bara serial bus. Og hérna síðan er spurt hérna hvaða 4 einingar þarf á inntölvu til þess að hægt sé að nota hana við tvístöðureglun. Það er í rauninni, þessi spurning er í rauninni alveg gild ennþá breytt inntölvukerfi. Við þurfum náttúrulega spennugjafa, við þurfum örgjörvaeiningu, miðeiningu, við þurfum hliðræna inngangseiningu til þess að mæla gildið og við þurfum útgangseiningu sem er í rauninni bara af-á eða stafræna eða svo við köllum stundum stakræna. Þetta eru þessar einingar sem við þurfum. Síðan hérna, hvaða tilgangi þjóna ljóstengi í einingum inntölvunar. Það er þessi optocouplers. Við sjáum það ekki frekar hérna á þessu optocouplers. Sjáum við hérna, þetta hérna er optocoupler. Ljóstengi hefur við kallað þetta á íslensku. Eins og hérna. Þar sem að við erum ekki með beint samband á milli, þannig við einangrum innri rásir inntölvunar frá ytri rásum. Eins og hérna er til dæmis fyrir útgangseiningu, þá er hérna ljóstengi sem sendir bara merki, ljósmerki, út á treyjak sem að gefur hérna samband inn á álag sem er hérna. Skoðum hérna hvernig þetta er hér. En tilgangurinn er að einangra spennukerfi annars vegar og hins vegar að senda boð á milli spennukerfa. Þannig að við erum í rauninni að senda boð frá vinstri til hægri og einangra rafkerfin í sundur. Mjög smá spennu hérna, mjög litla spennu hérna vinstra megin á innri rásum inntölvunar frá 230 volta sem sagt rafkerfi hérna hægra megin til dæmis. Þarna einangrum við á milli með ljóstenginu. Ok, og fleiri spurningar hér. Já, þessi spurning er ekki, þetta á við annað tölvukerfi og þetta var nú eitthvað hérna úr þessum einingum sem voru á hérna í námsefninu sem voru með í hérna kaflaverkefnunum, en ég á nú ekki vona að ég komi neitt svona úr þessu hérna, einhvern mismunur á NPN einingu og NPN einingu, PNP og NPN. Hérna er einhver skynjari líka og hérna eru merki sem er tekið þarna, plúsin tekið hérna inn og þetta er eining sem myndi taka við merkjum frá PNP skynjara eða setjum plúsin beint inn á innganginn, þá er þetta í rauninni eining sem tekur við merki frá PNP. Og hins vegar væri þetta að gefa straum til mínus, þessi eining hérna, NPN einingin. Þannig að hún fær sína vinnuspennu inn á plús hérna, en að transistorinn í skynjaranum myndi tengja sem sagt þennan inngang niður í mínus á spennugjafa. Þannig virkar eining fyrir NPN innganga. Og við erum með mismunandi inngangseiningar hérna í stofunni, þannig að við getum skoðað þetta í tækifæri. Ok, þannig að þetta var síðasta spurningin í þessu, en hvað er hér? Spurt
telja upp helstu einingar inntölu og hlutverk þeirra og það svolítið hægt að gera það. Hér spennugjafi og miðeining eða örgjörvaeining. Hér inngangar og útgangar og hliðrænir inn- og útgangar. Þetta svona helstu einingar sem við höfum verið að fjalla í þessum áfanga og hvernig hlutverk þetta þá getum við talið það upp hérna og hérna til dæmis að spennugjafinn, hann reyndar sá sem við erum með akkurat núna, hann þarf að fá inn á sig jafnstraum, en oft eru þessir spennugjafar þannig að þeir fá inn á sig risspennu og breyta inn í jafnspennu sem að fæðir þá inntölvuna og inngangsrásir og jafnvel sem sagt útgangsrásir líka. Síðan í þessi örgjörvaeining, hún náttúrulega stjórnar kerfinu, hérna örgjörvin og forritið geymt þarna inni líka. Í þriðja einingin, þetta inngangseining sem tekur við upplýsingum eða merkjum frá rofum og nemum, alls konar skynjurum. Hún sem sagt digital eða stafræn eða stakræn. Og í fjórða lagi þá erum við að gefa boð út frá inntölunni. Þetta það sem tengist kraftarásum kerfisins sem inntölunni að stýra. Og sendum við merki út á seguliða eða segulloka eða alls konar ljós. Og í fimmta lagi þá erum við hliðræn einingu og bæði innganga og útganga. Þannig við getum verið að taka inn mælingar frá alls konar hitaskynjurum eða merki, 4-20 mA merki inn á inngangseiningu og líka senda frá svona hliðræn merki eins og 0-10 volta spennumerki eða 4-20 mA strömmerki. Þannig að einingarnar sem við höfum verið með í gegnum tíðina það hafa verið bæði fyrir innganga, hliðræna innganga og hliðræna útganga, geta bæði tekið inn spennumerki og strömmerki og sendt frá sér spennumerki eða strömmerki stöðluð. Síðan hérna, 11.2. Hvaða búnað þarf á inntölu til að tengja línulegan mismunaspenni? Það kafli í mælibúnaðarnema línulegan mismunaspenni. Ok, hvaða græja þetta hérna? 11FDT. Hérna, þetta þessi hér. Þetta línulegur mismunarspennir og hann í rauninni gefur frá sér bara spennu og eftir í hvaða stöðu þessi kjarni hérna, hvernig hann að kúpla mismunandi inn á eftirvöfin hérna og eftir því gefur hann hérna út ákveðna spennu. Hann getur verið með 0 hérna í miðunni og síðan gefur jákvæða spennu í þessa átt og líka neikvæða spennu í hina áttina. Við fáum þetta út frá rás eða þæki sem tengt við hann. Svo að hérna þessi spennir, þetta mælitæki notað til að mæla til dæmis stöðuna á leiðiskóflum í virkjunum og það líka þetta mælitæki líka notað til að mæla stöðu á indexi í olíuverkum. En já, það allavega þessi tveir staðir sem þetta notað á og bara almennt þá hægt að skynja stöðu á einhverju hlutum. Nú, það þetta 11FDT. Og hvers konar búnað þarf á inntölu til þess að sé að tengja þetta inn? Það þarf spennugjafa, örgjörvaeiningu og hliðræna inngangseiningu. Það þarf að vera með sem sagt +- 10 volta inngang. Til þess að taka vegna þess að við erum hérna til dæmis með hérna plus spennu hérna annars vegar og mínus spennu hins vegar. Þess vegna þyrftum við +- 10 volta spennu inngang fyrir það. Ok,
Hvaða búnaður er notaður til að einangra milli 230 V kerfis og innri rása iðntölu þegar um 230 V útgangseiningar er að ræða? Og þá er notuð ljóstengi. Sem sagt á ensku heitir þetta optocoupler og einangrar sem sagt innri rásir iðntölunar. PLC stendur fyrir Programmable Logic Controller, þetta er bara iðntölva, frá ytri rásum eins og við sjáum hérna. Útgangs sem sagt rás. Hérna er spennugjafi, álag og hérna er útgangsrás, eða tríútgangsrás á útgangseiningu. Ok, ljóstengi sem sagt einangrar þarna á milli. Og líka að ljóstengi eru líka notuð ef við erum að taka inn merki frá til dæmis rofa sem að tengir 230 V inn á inngangseiningu. Og þar er líka að nota ljóstengi til þess að einangra 230 V kerfið frá innri spennu sem sagt kerfi inntölunar. Nú, 11.4. Hvaða mismunandi hlutverk hafa þessi vistföng? Þetta við getum sleppt þessu. Því að til dæmis í Unity Pro kerfinu hjá okkur er system bitið 13, hann er til dæmis upphafspúls og það er alls konar system bitar sem að við erum með þar í staðinn fyrir þetta hér. Og þannig að við skulum ekki vera að hafa áhyggjur af þessari spurningu hérna. Og já, skrifaðu 3 tegundir útgangseininga inntölu við myndir hér að neðan. Þetta er sem sagt transistor útgangseining, þetta er triac útgangseining og já, við getum verið með sem sagt venjulega rafleiða útgangseiningu við inntölu hjá okkur. Þær eru líka algengar þessar rafleiða útgangseiningar. Svo eru til já, það eru þessar transistor útgangseiningar, það er það sem við erum með hjá okkur. Nú, þá held ég að við séum búin að tæma þetta efni sem að við erum að fara yfir. Núna, við erum komin enda hér og þá segi ég bara gangi ykkur vel, þá stöðu ég bara upptökuna hérna og þá erum við tilbúin fyrir próf 3.